Forsvarsmenn kínverskra og rússneskra flutningafyrirtækja sýna Höfn í Finnafirði mikinn áhuga. Kínverjar gera ráð fyrir að innan áratugar fari alltaf 15% vöruflutninga frá Kína norðurskautið á markaði við Atlantshaf. Kínverjar sýna fyrirhugaðri Höfn í Finnafirði mikinn áhuga og telja að innan áratugar muni alltaf 15% vöruflutninga frá Kína fara norðurskautsleiðina á markaði við Atlantshaf. Framkvæmdastjóri rússnesks flutningafyrirtækis telur að Íslendingar eigi að búa sig undir að siglingaleiðin færist nær Íslandi. Fjallað var siglingaleiðirnar norðurskautið á ráðstefnunni Arctic Circle í Hörpu í dag en sem kunnugt hefur skipaumferð þessa leið aukist mjög vegna loftslagsbreytinga. Leiðirnar hafa einkum verið norðvesturleiðin sem liggur vestan Grænlands og norðausturleiðin sem liggur meðfram strönd Rússlands og Noregs. Framkvæmdastjóri rússneska flutningafyrirtækisins Sofrakt segir að núna sé besta staðsetningin fyrir umskipunarhöfn á norðausturleiðin í Noregi eða jafnvel í Múrmansk en að þriðja leiðin, svokölluð miðleið, breyti því. If Central Sea Route will be open, I think it could be happen not less than 10 years. Iceland has to prepare this and of course to create a good infrastructure hub. And if the central sailing route opens up, Iceland would be a good location. Yes, that's right. Best location. Fyrsta gámaskipi í sögunni fór á dögunum norðurleiðina frá Kína til Rotterdam en það var skip frá kínverska risanum COSCO. Forstjóri félagsins átti í dag fund með fulltrúum þeirra sem undirbúa skipahöfn í Finnafirði. Þeir eru að horfa til þess jafnvel að árið 2020 sem nú ekki langt þangað til að þá geti jafnvel alltaf 10-15% af vöruflutningum frá Kína inn á þessa markaði á Atlantshafinu farið þessar norðurslóðir. Þeir sýna Finnafjarðarverkefni gríðarlegan áhuga og það var ákveðið að hitta þá aftur og fara yfir þetta með víðu plani en það ekkert ákveðið neitt.